Góðan daginn. Ég set hér 27. fund bæjarstjórnar sem haldinn í bæjarstjórnarsal 5. 29. ágúst 2024 og hófst hann klukkan 5. Fundinn sitja Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Hrafnhildur Halldórsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Ingi Stígsson, Haukur Garðarsson, Kristján Hildibrandsson og Steindór Hjaltalín Þorsteinsson sem ég býð jafnframt velkomin á sinn fyrsta bæjarstjórnarfund. Og hér einnig Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóri, Þór Örn Jónsson sem ritar fundargerð og Jón Sindri Emilsson sem í tæknimálunum fyrir okkur, en þessi fundur sendur út beint og hægt að horfa á hann alltaf á YouTube-rás bæjarins. Áður en við göngum til dagskrár þá ætla ég bara upp tillögu að eftirfarandi mál verði tekin á dagskrá fundarins með afbrigðum. Þetta forkaupsréttur sveitarfélagsins sem númer svo mikið 5. Hverjir eru samþykkir að taka þetta mál inn með afbrigðum? Og það samþykkt samhliða. Við göngum þá til dagskrár. Fyrsta mál fundargerð skipulagsnefndar, fundargerð 23. fundar og lagt fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 2 fundargerð safn- og menningarmálanefndar frá 4. fundi nefndarinnar lagt fram til kynningar og orðið laust. Liður 3 fundargerð bæjarráðs frá 24. fundi ráðsins lagt fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 4 ljósmyndasafn Stykkishólms, staða safnsins og framtíðarsýn. Lögð fram skýrsla starfshóps framtíð ljósmyndasafns Stykkishólms. Á 24. fundi bæjarráðs var ákveðið að vísa skýrslunni til kynningar og umræðu í bæjarstjórn í samræmi við hvatningu safna- og menningarmálanefndar. Þetta lagt fram til kynningar og orðið laust undir lið 4. Kristján Hildibrandsson hefur beðið ljóðið. Gjörðu svo vel. Frú forseti og ágæta bæjarstjóri. Ég bara með fyrirspurnum, það hvað í skýrslunni sem að starfshópurinn gerði mælt með sarpinum, svo í hinni tillögunni einkaaðili fenginn. Ég ætlaði bara að spyrja hvort það væru fleiri möguleikar eða hvort að annar valmöguleikinn vegur meir en annar. Takk. Takk fyrir þetta, Kristján. Einhver sem vill svara Kristjáni? Ég verður bara að skoða hvað þetta segir. Fleiri sem kveður sér hljóðs undir lið 4. Liður 5, Hafnargata 13, forkaupsréttur sveitarfélagsins. Lagt hér fram erindi þar sem óskað eftir afstöðu sveitarfélagsins til forkaupsréttar á Hafnargötu 13, fasteignanúmer 211 5864, samanber kvöð með þinglýsingarnúmeri 414 A 0001 00 2011, samkvæmt fyrirliggjandi kauptilboði. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir að falla frá forkaupsrétti. Hverju eru samþykkið því? Og það samþykkt samhliða. Liður 6 umsókn framkvæmda heimild fyrir borun á hitastuðsholum í landi Vigraholts. Lögð hér fram umsókn framkvæmda heimild frá Vigraholt EHF fyrir borun á hitastigsholum í landi Vigraholts. Framkvæmdi felst í að bora 2-3 grunnar 60 til 80 metrar djúpar tilraunaholur eða hitastuðsholur í landi Vigraholts. Með umsókninni fylgdi loftmynda sem staðsetning tilraunaborholuna sýnd og stutt grein gerð fyrir framkvæmdinni. Orðið laust undir lið 6. Bæjarstjórn samþykkir tillöguna. Hver eru sammála því?
og það samþykkt samhliða. Liður 7 Kallhamar og Hamraendar skipulagsáætlanir. Lögð eru fram uppfærð drög að vinnslutillögum deiliskipulagsáætlana fyrir Kallhamar og Hamraenda ásamt vinnslutillögu breytingar á aðalskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 sem tekur til beggja svæðanna ásamt minnisblaði skipulags- og umhverfisfulltrúa og tillögu að afgreiðslu málsins. Orðið er laust undir lið 7. Engin hversu hljós. Bæjarstjórn hefur yfirfærið drög að vinnslutillögum deiliskipulagsáætlana fyrir atvinnusvæði við Kallhamar og Hamraenda ásamt vinnslutillögu vegna breytinga á aðalskipulagi sem tekur til athafna svæðanna sem var samþykkt af hálfu bæjarstjórnar til kynningar 27. fundi bæjarstjórnar 27. júní síðastliðinn. Bæjarstjórn felur skipulagsfulltrúa að gera minniháttar uppfærslur á uppdráttum og greinargerðum ef þurfa þykir og leggja fyrir skipulagsnefnd til samþykktar fyrir kynningu á vinnslustigi. Í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar og 4. málsgreinar 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt veitir bæjarstjórn skipulagsnefnd fullnaðar umboð til þess að kynna vinnslutillögurnar án frekari aðkomu bæjarráðs og bæjarstjórnar, þar með talið senda vinnslutillögu aðalskipulagsbreytingar til yfirferðar skipulagsstofnunar fyrir auglýsingu í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Berist engar efnislegar athugasemdir við vinnslutillögurnar felur bæjarstjórn skipulagsfulltrúa að auglýsa þær í samræmi við 31. grein og 1. og 2. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Berist efnislegar athugasemdir sem taka þar afstöðu til skal leggja það fram til afgreiðslu í skipulagsnefnd, bæjarráði og bæjarstjórn. Hver eru samþykkir þessum drögum af vinnslutillögum? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 8, viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2024 til 2027. Lagður er hér fram viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2024 til 2027. Bæjarráð samþykkt á 24. fundi sínum viðauka 2 við fjárhagsáætlun 2024 til 2027 og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja hann. Orðið er laust undir lið 8. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi í lista, hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Haukur. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Þessi viki líkur náttúrulega fyrir, það er svo sem það er að hlutirnir breytast og það er að taka tillit til þeirra. Það eru hlutir annars sem að valda mér smá áhyggjum. Það er alltaf lækkun hérna útsvarstekjum. Ef maður rétt þá var 25 milljónir settar fram í viðaukanum sko. Á bæjarráðsfundi sem við vorum með fyrir 2 vikum þá var líka bráðabirgðauppgjör og það var nú lægra. Tekjurnar hafa lækkað meira þar, þannig að það er ekki tekið fullu tillit til eða skoða í framhaldinu. Þannig ég geng út frá því, ég menn alltaf ganga út frá því að tekjur seinni hluta ársins muni standa og jafnvel bæta upp hluta því sem að vantaði þar. Það er einnig í þessu kemur auknar tekjur vegna sölu á gagnaveitunni sem kemur inn en samt er niðurstaðan verri heldur en var. Við erum stefnir það að ástand er ekki svo gott og ástand gerir ráð fyrir. Það var annað þannig að við vorum ekki sammála þessari áætlun í upphafi og myndum vilja hafa meira svigrúm í áætlunni hjá okkur til þess að takast á við svona. Ástandið núna finnst mér orðið nokkuð alvarlegt og ég óska eftir að á bæjarráðsfundi í næsta mánuði þá er búið að taka bráðabirgðauppgjör aftur fyrir þá fyrstu 8 mánuðina þannig að við getum fylgst náið með þessu, hvernig þetta er að þróast, tekjur og kostnaður. Og það væri líka rosalega gott að fá þróun á kostnaði niður á stofnanir, allan þessar stærstu, þannig að við getum svona aðeins skoða hvernig er þetta að fara. Ég held að þetta skiptir bara mjög miklu máli við sem er pöttun á púlsunum núna, það eru þannig aðstæður hjá okkur. Og ég bara óska eftir því að áður næsta bæjarráðsfundi þá verði þetta tekið saman og við getum haft þetta. Og svo ætlum ég að koma með bókun, nokkuð staðlega bókun fyrir okkur sem er þannig undirritar er ekki sammála þeirri fjárhagsáætlun sem fulltrúar Haflistan samþykktu fyrir yfirstandandi ár og viðaukinn byggir á. Undirritað situr því hjá við afgreiðslu málsins. Þar undir er íbúalistinn Haukur Garðarsson, Kristján Hildibrandsson og Steindór Hjalti Þorsteinsson. Takk fyrir það.
Takk fyrir þetta Haukur. Orðið er laust undir lið 8. Jakob Björgvin bæjarstjóri hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel Jakob. Forseti. Kannski tvennt. Fyrsta lagi það að svo valdi ekki misskilningi að hvernig bæjarfulltrúan eða þá hann fulltrúa sem mætir á bæjarráðsfundi að senda formlegt erindi inn þannig að þetta sé tekið fyrir í bæjarráði annars vegar og hins vegar það sú staðreynd að ólíklegt verður að hægt verði að leggja fram bráðabirgðauppgjörð á næsta bæjarráðsfundi. Það verður hægt hins vegar í októbermánuði þar sem enn er verið að senda út reikninga og annað sem tengjast því uppgjör. En ég vil eins að taka undir áhyggjur bæjarfulltrúans af þróun útsvars sem er ekki góð þróun og ég held að þrátt fyrir þessu orð áðan að fulltrúar í-listans hafi ekki verið sammála fulltrúum á hálistans varðandi fjárhagsáætlunina, þá snerist það fjárfestingar, það snerist ekki rekstur, sá ágreiningur eins og við höfum oft rætt hér Þannig að, og engin ágreiningur er það, þannig að það er hins vegar fullt tilmynd til þess í ljósi stöðunar og ljósi stöðu útsvars, þróunar sveitarfélagsins að bretta upp ermar og rýna reksturinn með tilliti til næstu fjárhagsáætlunar og þannig ná fram enn meiri hagræðingu í rekstri en nú er, þannig að til að mæta rauninni þeirri útsvarsþróun sem að þessi síðustu mánuðir hafa gefið til kynna, að sé að í rauninni útsvarið sé að lækka umfram það sem við vorum að gera ráð fyrir. Takk fyrir þetta Jakob. Orðið er laust undir lið 8. Haukur Garðarsson. Beðum orðið, gerðu svo vel Haukur. Það er fægt hans að bregðast við. Það er alls hvað ég er ámur, ég er búinn að vera í veikindum og er í veikindum. Það að við séum alveg sammála reksturinn er kannski full djúpt í árinu tekið. Við höfum hins vegar verið sammála það að reyna að verja reksturinn og á síðasta til dæmis þegar við fórum yfir ársreikninginn sem var í bókasafninu að þá talaði bæjarstjórinn það að stoppa ekki miðri á og ég tók þannig upp að það er einmitt það sem við þurfum að verjast. Við megum ekki stoppa í miðri á. Við höfum verið að verja reksturinn og halda honum. Nú er ástandið orðið þannig að það er ekki hægt. Við erum komin á þann stað að það líklega að fara að bregðast við í rekstrinum sem við vildum aldrei gera. Hugmyndin hjá mér var það að við vildum að spara fjárfestingar og ekki stofna til meiri lántöku. Þannig við gætum dreift afborgunum og minnka afborganir og þar þá þyrfti ekki bregðast í rekstur. En það hefur blasað við svona tíma að þetta er mjög, mjög tæft og við þurfum alveg virkilega að skoða þetta. Við þurfum að fara í gegnum þessa liði. Það er mjög vont ef við þurfum að fara að draga í rekstri hérna og hvernig menn ætla að gera það. Og núna þurfum við virkilega að skoða það að getum við skorið af það sem er óþarfi, það sem við getum beðið með. Við verðum bara hreinlega að fara í það til þess að halda þessu á góðum stað. Við erum auðvitað að fara að fjalla hluti hérna eftir sem er ný lántaka sem er augljóst að þetta hefur stóra áhrif þar líka og það setur okkur bara í allt aðra stöðu. Það er bara málið. Og ef við hefum haft meiri ítök í reksturinn, það er farið yfir hvernig formum stofnunum að reyna að halda því eins og hægt þá er fínt en ef við fáum meiri ítök það þá verður það það er líka sem ég er að tala með það að við þurfum að fá upplýsingar örar til þess að sjá nákvæmlega hvað er að gerast, hvar erum við að fara fram á. Bráðabirgðauppgjörið gerir bara það líka með þess að kostnaður hefði aukist umfram það sem búist var við. Auðvitað er það kannski mánuð frá mánuð er það misjafnt en engu að síður þá finnst mér að við þurfum að hafa það. Þannig að allar upplýsingar sem við getum fengið, við getum ekki fengið bráðabirgðauppgjör í september, allar upplýsingar sem við getum fengið það eru til bóta. Ef við getum séð hvernig tekjurnar eru þá er það bara strax betra, hvernig eru tekjurnar að þróast. Það er smá brot af þessu. En við þurfum að fá þessar upplýsingar örar, það er minn punktur núna og við ættum einhvern veginn að koma til upp að við getum fengið þær örar. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta Haukur. Orðið er laust undir lið 8.
Enginn hefur kveðið sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir viðauka 2 við fjárhagsáætlun 2024 til 2027. Hver eru samþykkir þessu? Það er 4 atkvæði samþykkt. Hverjir eru á móti? Og bæjarfulltrúar í lista sitja hjá. Bæjarfulltrúar á lista samþykkja. Liður 9. Lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Lagt er til í samræmi við viðauka 2 við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins að sveitarfélagið óski eftir 150 milljóna króna lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Bæjarráð samþykkti á 24. fundi sínum að sækja 150 milljóna króna lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Orðið er laust. Haukur Garðarsson, gerðu vel. Já, bara í beinu framhaldi af þessu. Ég ætla sem ekkert að fara onni í kjölinn á þessu. Ég gerði bara hérna bóku sem fer aðeins yfir þetta og lýsir þessu bara hvað við erum með. Bókunin er eftirfarandi. Lántaka ársins samkvæmt áætlun var 130 milljónir og var hún tekin að fullu í febrúar. Þar af 50 milljónir vegna framkvæmda við fráveitu og 80 milljónir vegna gatnagerðar. Fyrir liggur ný lántaka upp á 150 milljónir, þar af 60 milljónir til að greiða lánum og 90 milljónir vegna gatnagerðar. Íbúðalausnin hefur varað við meiri lántökum en það er besta fjárfesting sveitarfélags í núverandi efnahagsástand að greiða niður skuldir. Einnig töldum við að framkvæmdir í Víkurhverfinu var ekki tímabærar þar sem að lántaka fyrir húsnæði hefur verið mjög dýr undanfarið, en nú hafa framkvæmdir auki farið fram úr áætlunum sem og rekstur verið skilað minni í efnahagssveitarfélagsins áður en áætlunni gerði ráð fyrir. Undir þetta sitja því hjá við afgreiðslu málsins. Undir þetta Íbúðalausnin Haukur Garðarsson, Kristján Hildibrandsson og Steindór Hjaltalín Þorsteinsson. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Haukur. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs. Ég les þá upp lánasamningana. Lánssamningurinn númer 2409/43. Bæjarstjórn sveitarfélagsins Stykkishólms samþykkir að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstóli allt að krónu 90 milljónir með lokagjaldi þann 20. febrúar 2039 í samræmi við skilmála við lánasamning sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Bæjarstjórn samþykkir að til tryggingar láninu, höfuðstól, uppgreiðslugjald auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 nánar tiltekið útvarpstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til að fjármagna gatnaframkvæmdir sveitarfélagsins sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt Jakob Björgvini Sigríðarsyni Jakobssyni bæjarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins Stykkishólms að ganga frá samningum fyrir hönd sveitarfélagsins og undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Lánssamningur númer 2409/44. Bæjarstjórn sveitarfélagsins Stykkishólms samþykkir að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstóli allt að krónu 60 milljónum með lokagjaldi þann 20. febrúar 2039. Í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Bæjarstjórn samþykkir að til tryggingar láninu, höfuðstól, uppgreiðslugjald auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 nánar tiltekið útvarpstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til þess að endurfjármagna afborganir eldri lána sveitarfélagsins hjá lánasjóðnum sem fellur ekki undir reglugerð ESB samanber 2139/2021. Jafnframt Jakob Björgvini Sigríðarsyni Jakobssyni bæjarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins Stykkishólms að ganga frá samningunum fyrir hönd sveitarfélagsins og undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélagsins.
samanber framangreind sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Bæjarstjórn samþykkir framangreinda afgreiðslu vegna fyrirhugaðrar lántöku með fyrir samþykkir þessa lántöku. Og það samþykkt með 4 atkvæðum hálistans og það kom fram áðan að í-listin situr hjá, eða hverjir sitja hjá. Í-listin situr hjá og hálistin samþykkir. Þannig að hér les ég þennan texta rétt. Bæjarstjórn samþykkir framangreinda afgreiðslu vegna fyrirhugaðrar lántöku með 4 atkvæðum gegn Steinunnar Ingibjargar Magnúsdóttur, Hrafnhildar Hallarsdóttur, Ragnars Inga Sigurðssonar og Þórhildar Eyþórsdóttir. Fulltrúi hálistans er Ragnar Már Ragnarsson. Ragnar Ragnarsson ekki þetta er fyrirgefið. Haukur Garðarsson og Steindór Hjaltalín og Kristján Hildibransson þeir sátu hjá fulltrúar í-listans. Ég gera með þennan óleik. Þetta er ekki samt allt klárt. Liður 10. Fundaáætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs. Fundaáætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs tekið fyrir, verið lögð fram og orðið laust undir liður 10. Jakob Björgvin gerði svo vel. Ég ætla að leggja til eina breytingu á fyrirliggjandi fundaáætlun og það er að færa fundi sem er áætlaðir samkvæmt áætlun 15. og 16. október til 17. og 18. október þar sem þetta skarast á við þing samtaka það skarast á við aðra fundi ef ég man rétt. En áður en ég geri það, þá ætla ég að óska eftir fundarhlé. Við tökum þá stutt fundarhlé. Ég vona að vera stutt. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og öruggra samgangna þar á milli, má heita samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngufæri og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp,
en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tíman fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn. Af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnu. Við höldum þá áfram eftir hlé og Jakob Björgvin að klára tillögum fundaáætlun bæjarstjórnar. Forseti, ég gengi skugga að þessi fundaáætlun skarast á við fund sem er áætlaður 16. október, þannig að ég legg til að við færum þá bæjarráðsfund í október sem er áætlaður þarna 15. og 16. sem er þá fundi með forstöðumögnum fjárhagsvaldinu og þeir verði þá í staðinn haldnir 17. og 18. október. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja kveða til hljóðs. Undir lið 10 og fundaáætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs. Svo er ekki. Bæjarstjórn samþykkir fundaáætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs með áorðnum breytingum. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða.
Þá komið að lið 10, minnispunktar bæjarstjóra, þeirra verið lagðir fram og bæjarstjóri ætlar að gera grein fyrir minnispunktum sínum. Gerðu svo það gott. Já. Forseti, gera hér grein fyrir minnispunktum mínum fyrir þennan mánuð. Dagana 15. til 18. ágúst fór fram 30 ára afmælishátíð danskra daga. Mörg þúsund manns heimsóttu hólminn af því tilefni og var ekki annað að sjá en að fólk væri hæstánægt með hátíðarhöldin. Dagskráin var þétt og fjölbreytt svo allir gátu fundið einhvers sitt hæfi. Í tilefni afmælisins var margt í dagskráinni sem minnti á gamla tíma og upphafsár dönsku dagana. Hverfagrillin voru til dæmis á sínu stað og víða var mikið púður lagt í skreytingar og umgjörð þeirra. Einn af fjölmörgum hápunktum hátíðarinnar var þegar danski söngvarinn Jörgen Olsen sem sigraði eftirminnilega Eurovision árið 2000 steig á stokk á Bryggjuballi og hlaut höfðingilegar móttökur hólmara. Að loknu Bryggjuballi var boðið upp á glæsilega flugeldasýningu sem skotið var upp frá Súgandisey. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, heimsótti Stykkishólm í tilefni 30 ára afmælisins og tók þátt í hátíðarhöldunum og laugardeginum ásamt eiginmanni sínum Birni Skúlasyni. Bæjarstjóri og forseti bæjarstjórnar tók á móti þeim hjónum og kíktu með þeim í kvenfélagskaffi í Freyjulundi, í Norskahúsið, Tanga og Rís og fleira. Að lokum flutti forseti hátíðakveðju á höfninni í Stykkishólmi. Í kveðju sinni hrósaði forsetinn Hólmur fyrir snyrtilega bæ og sagði Stykkishólm að hennar mati einn af fegustu bæjum landsins. Þá vil ég nýta tækifæri hér og þakka forseti fyrir hennar framlag til hátíðarinnar og hlý orð í garð okkar hólmara. Að sama tilefni flutti bæjarstjóri jafnframt hátíðarávarp þar sem hann fjallaði tilurð danskra dag og þýðingu þeirra og þakkaði fyrir hönd bæjarstjórnar þeim sem stóðu á dönsku dögum fyrir sitt framlag, bæði þeim sem stóðu á dönsku dögum í ár og þeim sem hafa staðið að undirbúningi og skipulagningu danskra daga síðustu 30 árin. Grunnskólinn í Stykkishólmi var settur miðvikudaginn 21. ágúst síðastliðinn en kennsla hófst samkvæmt stundatöflu daginn eftir. Leikskólinn hann iðar nú að lífi eftir sumarfrí og starf í tónlistarskólanum fer af stað á næstu dögum. Síðasta vetur hófu starfsmenn sveitarfélagsins aðgerðir í tónlistarskólanum með það að markmiði að bæta loftgæði í húsinu. Ráðist var í tiltekt í tæknirými og kjallara húsnæðisins, svo ég minni rifja það þessu upp ásamt viðgerðum hér og þar. Meðal annars voru dregnir upp úr kjallaranum 2 stórir vatnsskútar og fleira sem ekki var í notkun lengur og hafði ekki verið langa hríð. Búið er að skipta neysluvatnslagnir sem kom í ljós að voru mjög ábótavant í húsnæðinu, bæta járn á þaki og gera við sprungur og fleira. Síðastliðna daga hefur einnig verið teppalagt í einni kennslustofu og parkettlaður hluti af neðri hæð. Til viðbótar við þetta þá er verið að vinna að frágangi á salernum í kjallaranum en þar hefur mikil og góð breyting orðið frá því sem áður var. Nú eins og bæjarfulltrúar þekkja þá sótthreinsaði fyrirtæki Disakt húsnæðið síðasta vetur en fyrirtæki sérhæfði sig að bæta loftgæði og vinnur meðal annars mikið í skólabyggingum allt land. Fyrirtæki kom og gerði mælingar á loftgæðinu á dögunum og sína niðurstöður að þær framkvæmdir sem sveitarfélag hefur unnið að frá því í vetur bera góðan árangur sem bara mjög jákvætt. Nú að öðrum framkvæmdum og þá aðlögin loks tilbúin og hún var tekin í notkun núna í vikunni en í sumar var ráðist í viðhaldsframkvæmdir á sundlauginni hjá okkur í Stykkishólmi og eftir að framkvæmdin hófust var ákveðið að skipta yfirborðsefni í vaðlauginni líka svona í ljósi þess að flísar henni voru orðnar mjög lélegar og í rauninni ábótavant staðar á þeim
Eftir að flísarnar voru fjarlægar komu hins vegar í ljós skemmdir á steypu og var undirbúningsvinna tímafrekara en áætlað var. Verkefni dróst því á langinn og vegna verkefnastöðu hjá verktaka, sérstaklega vegna verkefnastöðu hjá verktaka í sumar sem komst ekki verkið til að klára það. Þannig að það þurfti að byggja líka yfir laugina til að forðinu fór breyti og með verkframkvæmdu stóð. En svona til að draga þetta allt saman þá eru verkefninu núna lokið og búið að opna vaðlaugina og vonandi bara ánægja með það og þessa framkvæmd í heild sinni. Framkvæmdum miðað vel á Höfðaborg en þar unnið að því að staðsetja myndarlegan sal. Búið að brjóta niður veggi og saman að það sem áður voru herbyggi í bjartan og rúmgóðan sal. Salur mun meðal annars hýsa félagsstarf aftaskis, félags eldri borgara og einréttaður í samráði við félagið. Unnið nú að parkettlögn í salnum. Einnig búið að færa þvottaraðstöðu hússins í nýtt og endurbætt rými. Og mikill kraftur í skógræktarfélagi Stykkishólms þessi misseri en nú í sumar hefur göngustigakerfi í nýrættinni vaxið mikið. Sveitarfélagi hefur síðastliðin ár unnið með félaginu að uppbyggingu á skógræktarsvæðinu við Grensás með það markmiði að auka útivistarmöguleika í og við Stykkishólm. Í sumar tók til hendinni sjálfboðaliði hópur frá Skógræktarfélagi Íslands auk þess sem samfélagsflokkurinn sem þá starfsfólk sveitarfélagsins hluti af starfsfólki sveitarfélagsins sem skilgreinir sig sem samfélagsflokkur sem var hluti af bæjarvinnunni lét til sín taka á svæðinu. En samfélagsflokkurinn samastendur sem sagt af þessum kraftmiklu hraustum ungbönnum, hluti þeirra hér á myndinni, úr eldri bekkjum grunnskólans og flokksstjóra þeirra, Páli Margeiri Sveinssyni. Að sögn drengjana var vinnan við göngustigagerðina erfið en hún var gefandi. Þá höfðu þeir á orði að í skóginum væri alltaf skjól og gott veður og útivana hafa skemmtileg. Við hefur 9 bekkjum verið komið fyrir á svæðinu sem margir hverjir eru útbúnir litlu borði sem henta vel undir kaffi eða drykki að eigin vali. Opinn kynningafundur vegna breytingar á aðalskipulagi Helgafellssveitar og nýtt deiliskipulag fyrir Viðaholt var haldinn á Amtsbókasafninu þann 15. ágúst síðastliðinn. Á fundinum gerði Ásgeir Ásgeirsson framkvæmdastjóri Viðaholts grein fyrir deiliskipulaginu, aðalskipulagsbreytingu og áætlaðri uppbyggingu á svæðinu. Svona stórum dráttum þá í gildandi aðalskipulagi heimild til byggingar 93 sumarhúsa á svæðinu en þessi breyting sem var verið að kynna felur í sér að minnka þá heimild til byggingu frístundahúsa niður í 33 og breyta landnotkun úr frístundabyggð og landbúnaði í frístundabyggð, íbúðabyggð og verslun og þjónustu. En í deiliskipulaginu og þessari aðalskipulagsbreytingu heimilt að reisa alltaf 10 íbúðarhús á svæðinu, auk frístundahúsa, auk þess sem framangreindra frístundahúsa, auk þess sem áætlanir gera ráð fyrir hóteli og baðlóni ef allt gengur upp. Nú að lokum þetta. Hafnarstjórn hefur undanfarin ár lagt áherslu á að gera þurfi átak til að fegra og snyrta hafnasvæðið við Skipavíkurhöfn, sér í lagi hvað varðar óhreyfða báta og vagna sem liggi jafnvel undir skemmdum. Umhverfis- og náttúruverndarnefnd Stykkishólms fjalla jafnframt máli og sömu nótum og benda á heimildir heilbrigðisnefndar Austurlands til þess að hlutast til lausafjármuni séu fjarlægðir. Á þeim grunni samþykkti hafnarstjórn og bæjarráð í kjölfarið og bæjarstjórn hefur svo fjallað það hér líka að leita eftir formlegu samstarfi við heilbrigðiseftirlit Vesturlands hreinsun hafnasvæðis Skipavíkur. Og í samræmi við þetta mun sveitarfélagið núna frá með deginum í dag og hefja formlega hreinsunátak þó að hreinsunátak hafi farið fram bæði núna á dögunum og í fyrra og hitti fyrra. Þá þarf meira til þess að raunverulega sjáist munur á svæðinu og við munum fara á leit við eigendur báta og lausafjármuna á svæðinu í samstarfi við heilbrigðiseftirlit Vesturlands að þeir fjarlægi eigur sína sem eru utan lóða á svæðinu og þess óskað að búið verið að rýma svæði utan lóða fyrir 1. október næstkomandi. En svona til upprifjunar þá var ekki gerð krafa að bátar og annar nauðsynlegur búnaður með þeim verið fjarlægðir á svæðinu hafi þeir verið í notkun á þessu ári, sem sagt 2024 eða á síðasta ári 2023, líkt og hafgreiðsla hafnarstjórnar gerir ráð fyrir. En ég vísa bara til tilkynningar sveitarfélagsins sem á að finna á vefsíðu sveitarfélagsins til nánari upplýsingar þetta átak.
Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið er laust undir þessu lið, undir minnispunktum bæjarstjóra. Það er ekki nokkuð sem kveður þessi ljós. Ég þakka bara fyrir góða yfirferð, Jakob, og tek undir með að bærinn er mjög snyrtilegur og þakka starfsmönnum bæjarins sem hafa staðið sig mjög vel í sumar og þeir sem voru að vinna stígagerð í skógræktun okkar. Þetta er orðið einstaklega skemmtileg svæði og skemmtilega. Og ég vil líka þakka þeim sem koma á dönsku-dögum. Það var mjög fín hátíð og ég heyri bara almenna ánægju og það var bara skemmtilega undirbúið, tókstu vel. En eigum ekki bara að fara að slíta þessu fundi? Ég ætla að slíta fundi núna klukkan 17:44. Takk fyrir góða fundarstund.